Ófleygu hlustendur, þetta hlaðvarpið 2 á toppnum, þáttur númer 78 og ég ætla nú að byrja að segja að hér væri engi gestir en hér eru náttúrulega fjölmargir gestir sem við höfum fengið hérna til okkar leiðtoga stjórnmálaflokkana í, hvað köllum við þetta, pallborð eða kappræður. Þau eru búin að vera á MBL í dag, þetta er sem sagt 50 dagurinn 28. Nóvember og gaman að fá þau hingað beint úr myndur í stöða 2. Nei, djók, hvað, veist hvað? Fæði klæði í húsnæði. ég var svo stressaður, mér langaði svo að taka eftir komið svolítið Já, ég var fatta núna, ég átt að byrja. Hvernig var þetta? Ég átt að byrja, bara takk fyrir að mæta Sömmul og Oddur, ætlar þú þá að byrja á að spyrja þau ríða, drepa Ok, förum hér væri helst til í að sofa hjá. Fyrirgefðu, ríða. Já, en þá væri það náttúrulega endurtekið efni að þú ert búin að spyrja þau allavega þessu. En jú. Þetta ágæta fólk náttúrulega orðið endurtekið efni. Þetta náttúrulega bara, þetta eins og kemur tímaböli í bandaríska sjónvarpinu, línulega, þá eru svona reruns. Já. Þetta bara, það verður að sýna sama þáttin í beinni útsendingu núna bara dag eftir dag. Aha. Já, þetta fólk. Já, þetta fólk. Hvað? Einmitt. Það eru, viltu, að ég náttúrulega spáði fyrir hlustundu sem hafa aldrei hlustað á okkur. Þá spáði ég daginn fyrir bandarísku forsetakosningarnar. Með stórkostlegum árangri. Og það náttúrulega pjúra kaldæni þegar ég vissi ekki neitt. Ég held að Kamala Harris myndi vinna þetta sko. Já. Þannig að þau ekki bara segja það að nei, ég þori ekki að minnast að ef ég minnist á einhvern flokk að einhvern flokk sem ég fara að vinna kosningar þá er automatíkli búin að já, og bara þú veist, búin að körsa hann, skilur. Flokkin? Já, flokkin. Já, það mun tapa ef ég segja það. Já, ég er ekki alveg að tala nokkra flokkar sem að mátt endilega körsa mín vegna, sko. Lýðræðisflokkurinn mun bera sigur úr bítum í þessum kostningum. Er það COVID-maðurinn? Nei, það er Arnar Þór Jónsson. Já. Það hafa verið að mælst með frekar lágfylgi en þetta var svolítið svona, þetta var neðan, já, þetta var illa gert, sparkaði leikinu. Já, ég bara, veistu, ég hef svo lítinn áhuga á þess að ég bara, ég nenni þess ekki, sko. Það er þannig. Sko, það sem mér finnst verst við þetta er að mér finnst það ég alltaf að kjósa á vorin. Þá er einhvern veginn blóm í haga og vor í lofti. Já, ég meina, sko, þú ert eins og eitt yfirhýblið sem hringir alltaf út af sögu, sem hann heldur að sé samsæri. Er ekki bara samsæri betur að vera að kjósa svona, þegar það kemur vont veður og svona, mér finnst að ég bara kjósa vorin. Og hvað, á þá bara að vera stjórnarkreppa þangað til vor, eða, þú veist hvað stjórninu var slitið? Ég meina hann, alla hefði alveg getað sagt bara, heyrðu, þið haldi bara svona minni hlutastjórn þangað til í afgreiði þessi fjárlög og svo sé ykkur í vor, gangið ykkur vel. Já. Hún hefði ekki það, held ég veit ekki, ég er engin sérfræðingur. Við hefðum eiginlega þurft að fá heimi Má Pétursson til þess að greina stjórnskipan landsins fyrir okkur. Ég náttúrulega er hvorki stjórnmála en ég er alþjóða stjórnmálafræðingur en ég veit svo mikið að það þarf náttúrulega bara að kjósa ef stjórn springur eða balliði búið, sko. Það eru samt ádúsk, það eru áleitna spurningar fórstendaembættið og hvað er hægt að gera hverju sinni og svo framvegis, sko. Og þetta áleitnar kenningar að þetta sé samsæri, sko. Já, þetta er náttúrulega samsæri, sko. Þetta er það. En ætli við séum ekki eina hlaðar landsins sem er ekki með neina kosningafull? Jú, örugglega. Jú, höfum við ekki alltaf verið eitthvað með hoss okkur á því að við séum alltaf einu sem að elta ekki hinna. Jú, er það ekki. Og líka bara svona, við erum atkvarf fyrir hlustendur sem hafa fengið nóg. Já, jú, vissulega, jú. Við höfum samt náttúrulega alltaf verið svona faburikum að við gætum hugsanlega. Það hefði verið mjög gaman að fá upp úr leiðtogunum hverjar eru upp á bíómyndina þeirra, eða hvað er að horfa á því að eins og við höfum hér rætt áður, þá er það held ég bara einn besta svona sálgreining á karakter, sko. Það segir margt, sko. Já, við hefum meðlega átt að gera þetta, hvað gerum við þetta ekki? Já, því að við erum aldrei neitt mjög snöggir upp á lagi, sko. Það er svo, ég fikk frábæra hugmynd bara í morgun, ekki ær. Þetta var hjá ykkur á Vísi, það var samsett mynd, bífonguð mynd af hvað heitir formaður Samfylkingar? Kristrún. Já, Frostadóttir. Já, og Þorgerður Katrín og fyrirsögnin var 2 á toppnum. Og þú veist, þær verða að koma hérna í 2 á toppnum. Já. En, momentið farið, þetta er síðasti þáttur fyrir kosningar. En ef það er náttúrulega að verða að segja kosningarna, þá getum við fengið þær í desember. En ég þótt eiginlega vænst það þegar við erum náttúrulega með umræðahópinn okkar. Já. Toppfólk á Facebook sem við kveitum alla til þess að bæta sér í. Já.
mér þótt svo væntum að ég ætlaði nefnilega að fara að deila þessar frétt 2 á tónum, mér þetta svo fyndið Nei, það var bara Bjarki Sig búin að því góðinu þáttanins sem var með okkur í Eurotrip þættinum sem sló ekki sumar Já, og svo kom Tommy Valgeirs sem með eitthvað annað svona bíófíklar Já og náttúrulega kom með þann punkt að nú myndi vókattarnir trillast því að það var komið remake af Tveir á toppnum með konum einmitt, svo var einhver sem sagði að þetta var alveg eins og Ghostbusters já, okkar kona Bríet, já þannig að það er bara það eru háflegar og gáðulegar umræðar alltaf í gangi í toppólkinu einmitt, kannski getum við fengið þér ef að þetta enda nú þannig að það enda saman Já, ég var að segja það eða bara ef það er leiða í kosningunum og vinna sigra ef það geta haldið titlinum Tveir á toppnum á sunnudaginn þá er það möguleiki þá mega þær koma það verður mjög gaman annars var ég er náttúrulega bara pirraður á þessum tíma ásins jóla, mambo og allt saman og þessi skítakuldi sem er náttúrulega alveg að gera með geðbilaðan Heyrðu, en það er samt hlýnaði í 2 daga Já, til hvers? Til þess að koma bara með meira frost Heyrðu, Tóti, ég fór út í morgun ég var að taka á móti pípara það er alltaf leka heima á mér Nókara, þú veist, það er hrikalegt dæmi en ég er enda mjög ánægð með hann pípara loksins, þetta er búið að taka svona hálft ár þú veist, 9 mánuði Heyrðu, þannig ég fer seint út tek hopp í vinna ekki mjög langt, þú veist, ég bý hérna bara þú veist, rétt á Sundhöllinni og ég vinna á Suðurlandsbraut, þú veist, þetta er ekki langt Reykjavík, þú veist, ef þú ert ekki Breiðholti eða Grafarholti eða Grafavogi eða Garðabæ eða Kópavogi eða Hafnarfirði, þá er þetta ekki langt í burtu frá neinu og heyrðu, nema hvað ég finn ekki húfuna mína kemur ljós að hún hefur orðið eftir í bílnum sem að Lexa er á þannig ég er með geðvika hanska sem ég keypti í skólanum þannig ég er góður á höndunum heyrðu, ég held að ég hefði bara mist eyrun ég var að deyja og skeggið var frosið ég hef aldrei upplegað annars ég var að spá ég að gefast upp á miðri leið bara leggist í jörðina og verða úti bara taka Everest á þetta frjósam þetta er óþólandi maður var svo kátur þegar kom þessi hlýjindakabli 2 dagar það er náttúrulega bara allir að gera þetta að verra og nuttast allt í sárin þetta er miklu verra og ég var náttúrulega í þessu kuldakasti þarna daginn þá var ég komin í gömlu grænu kanálspörum mína sem ég búin að hún hélt mér í lífi mér þegar ég var út að reykja þegar ég var í háskólanum bara í 90'sinu einhvern tíma og nýbúin að henda henni aftur inn í skáp og bara komin aftur í léttari klæna og ég held ég bara einmitt úti inn í bílnum mínum Hvað er léttari klæna? Lettarina? Nei, það er náttúrulega ekki lettara núna nei, hermannajakkan sem ég er búin að klessa merkjum á þú veist með SO og Palestínufánan og Djúran og Doors og Star Wars og allt svona jólatrið ég veit ekki að hverju ég fór allt hérna sem í fyrra að við erum búin að vera með þetta hlaðarp í mjög langa tíma þetta er 78. þátturinn það kom einn þáttur eitthvað sem þú varst veikur bara einn, já, ok ég held að það er bara einn, kannski 2 já, ok, ég man eftir 2, 3 þú ert búin að vera í öllum þáttum bara síðustu 30-40 þetta eitthvað það er ótrúlega gott velgert já, ég var svona eitthvað slappur í byrjun þessa hún mætti veikur já, þetta að vera en hvað, ætlum við að tala um eitthvað í dag? Nei, jú, heyrðu það var svona falin vísbending í ávarpinu ég talaði óflega hlustendur því að mörgæsir fljúga ekkit frekar en gúmmíendur synda þannig að við ætlum að setja smá púður í The Penguin það ekki, í blandu einhvers konar þakkagjörð já, talandum það, já þannig að bara en Penguin, þú náttúrulega aldrei þessu vant, þá var ég svolítið á undan já, hvað er langt sem við kláraði þetta? Bara kláraði þetta bara leið og var hægt já, við ræðum þetta hispislaust já, þetta er nú búið að malla það lengi og þetta passa ykkur á því og bara frábært að þú skildir drífið þessu þetta kom mér óvart ég gæti ekki hægt þess vegna var ég svona fljótum með þetta ég bara nefndi eiginlega að byrja eitthvað eða svona var alltaf að frestaði svo bara þegar leiði ég byrjaði þá bara var þetta svona eins og einhver glæpa skálsaða en tökum kannski fyrst á vettling dagsins eða vettmang dagsins vettlingu dagsins eða þessu kalt einmitt talandu það Egil Helgason, hann var alltaf með vettvang dagsins í Silfrinu og hann
Hann kom sterkur inn á Facebook á hann einmitt notaði þennan dag í dag sem svona þakkargjöra dagurinn Thanksgiving til þess að minna fólk á Planes, Trains and Automobiles. Ég hef aldrei séð hana. Þú voru aldrei séð hana? Nei, sem galið, mér langar að horfa á hana. Ég náttúrulega elska John Candy. Já. Elska Steve Martin. Já. Áttu DVD-spilara? Nei. Nei, ég veit disk, sko, ég held ég 2 eða 3. Ég held PlayStation 5 mín spilið DVD, það ekki? Já, nei, og því að gaman líka því að þegar Egill var hérna hjá okkur ekki alls löngu að tala um Rings of Power og Lord of the Rings þá splæst hann í svona hluta af ávarpi dagsins í dag á Facebook sko, hvað þetta væri vannmetin mynd og lofuðum ekki að tala um hana nær jólum sko. Jú, ég gera það. Hvað svona frábært þessu mynd? Ég meina, ég náttúrulega sé strax nafnið geðvikt. Planes, Trains, Automobiles. Þessi 2 leikar náttúrulega stórkostlegir. John Candy og John Candy þeir langt fyrir aldur fram. Og eins og Egill segir nú á Facebook í dag sko að þessi mynd sýni að hann var einfaldlega mesti grínsnillingur kvikmyndasögunar. Alveg, hann held að segja alveg sama sko hvaða mynd þú sér með John Candy, þetta getur verið algjör drasl sko, en hann alltaf einhvern veginn glansandi sko. Ég nefnilega hann á svona sérstakann stað í hjarta mér sko, því ég veit ekki hvort ég hafa eitthvað talað um það í þessu hlaðvarpi. Mamma mín alltaf dór krabbminni þegar ég var 14 ára eða eitthvað og kannski ekki til þess að fara eitthvað dýftina með það. Nei, en bara svona stórt áfall í lífi mikið áfall, hrikalegt dæmi einmitt, en sko daginn sem hún deyr, 3. maí 2008, ég er 14 ára verð 15 ára eftir 4 daga þá sem sagt að kvöldi, ég náttúrulega man allan hann dag, það svo ótrúlega steiktur dagur og ég man að kvöldi þessa dags, þá ég, bróður minn og pabbi heima og bróður minn bara, heyrðu, við skulum horfa á eitthvað skemmtilegt og setur Cool Runnings hann núna tengi ég bara Cool Runnings með John Candy og bobsleigh liðinu frá Jamaica ég tengi það bara núna við þannig að þú veist, John Candy sko, punkturinn með þessar sögur að John Candy hefur alltaf átt svona mjög sérstakastað í mínu hjarta sko, ég horfði líka Uncle Buck þegar ég var lítill elskaði þess að, ég bara elskaði hann karakter sko, þú veist, og hann bara þú veist, af því að ég fæ ofta tilfinninguna í hans myndum, hann sem bara leika sjálf sig sko. Mjögulega sko Já, hann svona, hann var alltaf þéttur á velli sko, en hann svona alveg fínt að eiga hann sem svona ákveðin klett í svona sálinni sko Svo var hann í Spaceballs Star Wars skúfinu Líkt Chewie, ekki? Já, sem að hét Barf og var eitthvað Mog, Man-Dog eitthvað Það líka landsins á þámynd sko. Já Ég er búin að vera að hugsa um þetta þegar nú var líka í vikunni leikstjóri eins og ég byrsti í Tófulki, leikstjóri Naked Gun Abrams já, hann var að deyja og mér langar bara svo að sjá þessar myndir aftur sko, þessar gömlu, þessar klassísku grímyndir sko. Það eru alltaf sko Airplane og Naked Gun maður geggja sko og líka Top Secret með Val Kilmer hún ógeðslega góð hvaða stæla voru ég þetta sportidióti að segja bara nei þegar þú spurðir hvort það var ekki tímill þess að hann þetta vísi Hörðsná Jónsson sérlega vendar þáttarins sportidiót sko Já, hvað ætlum þú á þetta? Betur fyrir þá held ég að hann hlusti aldrei á hennar þátt sko, þannig að hann mun aldrei heyra þetta Nú, ég held að hann væri helsti aðdáðan okkar Hann sérlega vendar þáttarins ok, það hann Já, það hann Nei, já, einmitt, nei, hann var ekki til í þetta Nei, ég á þessar myndir allar á þessum D.O.D. sko Naked Gun, Airplane í cockpitinu verður fljúa að eitthvað þessum fluglu Surely you can't be serious Yes I am and stop calling me Shirley Þetta svo gott og náttúrulega mými það sem hann að fljúa og hann að svitna eins og þetta náttúrulega bara mými þetta bara notað svo mikið núna þetta gif líka bara á honum sko þetta notað í öllum samræðum með einhverju stressaði sko þá það bara þetta dæmi sko þetta ótrúlegt Þetta eru legendary myndir og hann semst að dáimblæsaður Já Þeir voru 3, voru ekki 2 bræður og svo hann það voru Sukker og Saskengið þetta voru einhverju bræður, já hann og 2 bræður mjög áhört, skemmtilegt en John Candy, eins og ég segi bara maður þykir ekkert eðla að venda mann hann deyr hann úr hjartáfall ekki Jó, ég man það ekki, hann var alltaf allt og þungur og alltaf en svona, það var ekki gott það var missir
og líka svona, svo bara sér maður svona alltaf eftir af svo það ennþá tala svo fallega hann þú veist náttúrulega Hollywood náttúrulega fullt af skítælum sko, en hann virðist hafa verið einn af þessum svona líka Kanadamaður var ekki sko. Jú, einmitt, það meikar sens. Það oft meiri svona aðeins ljúfari taug í þeim sko, heldur en The Yankees. Ég held nefnilega að flestir einmitt muni bara eftir honum úr Home Alone sko. Það ekki það? Já, í bara litla kamíónu Já, litla kamíónu flautuleikarinn Já, getur það verið? Það ekki það? Jú, ég veit ekki, ég held að við ætlum bara að taka og sér þátt í hann sko. Algjörlega, við ætlum að vera duglegir að taka svona sér þætt í alls konar sko. Já, extra heavy special Já, John Candy, blessu sem minning hans og bara fallegt að þeir og hugulegt að deila svona sorgarsögur æskunni og tengja það einhverjum sem svona jafn skemmtilegur og John Candy. Er það ekki einmitt til þess sem podcast er? Jú. Er þetta ekki svona í rauninni? Þú ert í rauninni, þetta er sálfræðitífin minn hérna. Gæti verið það sko og svo náttúrulega alltaf þegar við erum að vera svona einlægir og innlegir sko þá náttúrulega halda alltaf aldrei sem að ljúga en við náttúrulega erum alltaf bara að segja satt sko. Já, þetta er 100%. Það væri náttúrulega Já, heyrðu þú svo bara dó mamma og krabba minn eða ég var krakkin maður. Heyrðu, ein sáur hverstiðinum að dinglaði dýravillan á hann eitthvað rétt fyrir kvöldmatt eitthvað við Dóra, við þólum ekki þegar fólk eitthvað bara að koma svona þú veist, dingla eitthvað það verður að reyna að halda strákum rólegum og svona þannig að þú veist svona tröppur upp hann að ég bara opnaði og Gussi litli fór fram og svo heyrðist ekkit í honum sko og þá bara voru komni hann bara var samfélkingin komið bara þú veist inn á gab já, Jóhann Páll dúðaður og þingmaður sjálfur alveg veður barinn og sagðist vera komin væri að bera út fagnaðar erindi mér tókst að vera alveg nokkuð kurteis en svona gaf hann mjög skýrli kynna að hann mætti bara snáa og loka eftir sér strax hvað sagðir þú? Ég sagði bara, já, nei, ég hef engan á því og svona baðaði ég svona út höndunum svona viskunum svona út Ok, það er ekki dæla Þetta er rosalega, ég er náttúrulega býð í fjölbýlishúsi það kemur aldrei neitt til mín aldrei, einhver ókunnur menni, stundum fæ ég gesti síð þekki En þú ert náttúrulega fjölbýlishús, þú ert bara eins fjölbýlishús ég er þetta ekki bara kjallari efri hæð og, fyrsta hæð og önnur hæð og það eru, hvað, 4 hæðir 4 eða 5 Já, þó það, ég er náttúrulega búið alls konar sko og mér er alltaf þótt best að búa í blokk sko það týnist alltaf í fjöldanum sko Ég er það ekki mjög næs einmitt, að ég náttúrulega tengi aðeins við það úr Seljakur sem ég ólst upp sko það var alls svolítið litla blokkir þegar ég pæli ég var til að prófa að búa í svona risastóri þú veist eins og er hérna í Hlíðunum þú veist það sem er þú veist sem er allavega miklu breyna svona risastóra blokkir fáranlega margir ég var til að prófa það Svo ekki bara kannski bara í svona skyscraper svo Freyser sko þú veist bara heilt einbýlishús bara þú veist það var best á 12. hæð sko það var langbest Heyrðu, já, en Penguin talandum að fá svona frambjóðendur bankandi upp á þetta er vist svolítið gerð sko það er þannig Já, ég held að ég fengi símtöl en ekki tala en ég myndi vilja þá bara fá panta bara fá Brynjar Níelsson eða eitthvað skemmtilegan svona eitthvað góðan djókar sko ég fekk símtöl frá sjálfstæðarflokknum og Viðreisn og ég segi alltaf bara já, sjálfsögðu takk fyrir símtöl, já, velgert gangi ykkur vel, áfram, já og þá einhvern veginn deyr símtali strax Það var einhvern veginn var ég skráður í háskólanum og var samt ekki í háskólanum og var á Ölstofunum og var alveg búin að hella vel á mig þá hringdi síminn og þá var það svona stúdentapolítíkur eitthvað og ég þorði aldrei að kjósa í stúdentakostningunum eða polítíkinni, ég var í háskólanum ég gat aldrei muna hvort væri hægra pakki og hvert væri vinstra þarna vakaði röskva, þannig að ég ákvað bara alltaf að sleppa því sko og svo Þetta var ekki komið á neti eins og þegar ég var Nei, svo hringdi þetta var eitthvað dama sem alltaf eitthvað að fara að tala sig og segja mér eitthvað, ég held að þetta hafi verið vondalið og þá hvað vaka Já, það er vondalið Er ekki hægri? Íhaldspakki Jú, það er svona, jú og ég er náttúrulega, þú veist, náttúrulega ótrúlega óhefni sko að hringja eitthvað óvelkomið símtali í mig þess að ég er búin að sitja á Ölstofun í 2 klukkundum og ímynda flauminn sem hún fekk þegar hann skellt á hana það var ekki alltaf sko Hvað sagðirðu? Ég manna ekki bara það var alltaf myndi ekki flokkast sem ógnandi hegðun í dag sko. Nei en
Já, en ég ætla að segja hérna Guðmundur Steingrímsson sem nú einmitt fyrrverandi alþingismaður og hérna sonur og barnabarn fyrir að forsætisráðherra Steingrímur og pappa og Hermann Afans einmitt. Við erum saman á Fréttablaðinu einhvern tímann voru kosningar og hann var heima bara eitthvað að skrifa í tölvuna makkan sin sko. Og þá hringdi dyrabjallan og hann rauk upp til þess að fara til dyra og flækti sig í hleðslusnúrunni á makkanum og dró sko tölvuna í gólfið og smallaði til þess að taka móti hverju eitthvað samfylkingarlið sem ætla að gefa honum rauða rós Nei bara stór tjón Var það þessna sem hann gekk í samfylkinguna svo? Já, nei, svo náttúrulega the irony svo náttúrulega átti hann eftir að fara á þing fyrir samfylkinguna en þetta, mér fannst þetta mjög góð saga þegar hann lendi í þessu síndíma ekki, hann skrifaði held í minnum mjög fyndin fyrst til bak Já, einmitt Hvað er að frétta honum í dag? Hvað er hann? Hvað er hann að gera? Sérfræðingur í orkunótkun og fjallgöngum eitthvað Nei Ég gleymi náttúrulega aldrei samfylkingalæginu sem hann og Robert Marshall gerðu Já, nei Takk fyrir að minnum á það Ég var að jarða það eitthvað hérna aftal í heilanum á mér þar sem að Þóru-lagið hérna úr forsetaframboði Hvernig var samfylkingalægið? Manstu það? Nei, ég man það ekki Besti, nei, veit það, ég maður ekki Nei, ok Ég var meira betur til hérna framsók fyrir mig og þig, það var einhvern tímann Sigur Friðleifs og eitthvað liða Wow, það er gaman að Já, heyrðu, en svona annað í glápinu, það er hérna hvað, 3. desember þá var að koma hérna eitthvað Star Wars Skeleton Crew á Disney Já Ég var að kíkja á trailerna, mér syns þetta er þessi barnhefni Kemur ekki óvart Nei Allt Star Wars er náttúrulega barnaefni en mér sýnist þetta vera svona óþægilega barnalegt barnaefni sko. Jude Law er náttúrulega í þessu sko. Mér hefur alltaf fundist þetta debatt með Star Wars og barnaefni sko, mjög áhugaður sko. Af því að George Lucas náttúrulega ákvað að þetta yrði barnaefni til þess að selja leikvöng en ég meina uppförunalega Star Wars er ekkert endilega barnaefni sko. Nei, en höfðaði alveg til sko, alveg barna líka á þeim tíma Vist, ég veit ekki hvort það er að bjóða bönnum upp átt í dag, þetta þolir náttúrulega ekki neitt Jú, er það ekki? Jú, þannig að sko. en ég veit ekki það er alltaf svona eitthvað svona bernsk taug alltaf í þessu Já, það er alveg rétt sko. Það er svona fantasían sem er gott, sko. Nei, þetta er bara eitthvað þetta var svona Stand By Me eitthvað svona Stephen King, eitthvað Coming of Age eitthvað svona skólakrakkar sem að fara eitthvað út í skó og finna eitthvað hólu og halda þessi Jedi Temple og svo var allir Jude Law komin og eitthvað, þetta er eitthvað Já, ok En við slumum ekki fara að dæma þetta fyrir Ég hef ekki séð neitt úr þessu Ég er mjög spenntur Já, það er tvöfaldur þáttur á sunnudaginn En þeir náttúrulega allir, þú veist, þeir cancel þessu bara skilur Já Það er líka, það letur mig skilur, þú veist, Acolyte þú veist, það var bara, og þú sjáu hérna Darth Plagueis eða eitthvað og heyrðu, við erum hætt við þetta gangi vel, þú veist, það er bara þú veist, maður er orðið spenntur og svo eru þau bara þetta er alltaf, maður er oft lent í þessu samt, þetta er svona riskfaktor í þessu, það er svo, mér var að takast að klára Lincoln Lawyer, vertíð 3 á Netflix, bara í gær. Hvernig er hún? Hún er alveg fín, ekki jafn gott, sko, ég var að tala um þetta áður, þetta er alveg svona, Mickey Haller er svona hotshot verjandi, sko, sem að er ekki með skrifstof, alltaf bara í Lincoln bifreiðum, sko. Wow. Og þetta er rosa skemmtilega leikara, skemmtilega personur og náttúrulega þetta er byggt á bókum Michael Connelly sem er, eins og ég hafa líka sagt, besti núlifandi glæpasagnahöfundur heims. Það er þannig, Já, hann skrifa líka bækurnar Harry Boss, sko. Ég þarf að lista, þarf ekki að lista? Já, allavega, byrja að kíka þarna, það er líka, sko, 7 vertíðir á Boss til á, Prime, sko. Shit. Og þeir eru sérstaklega hálfbræður samferða, sko. Harry Boss og Mickey Haller. Og ég vil ekki sagt, frá þess áður, Prime er með Boss og er að cancela honum og hittar á Netflix, þannig að það er ekki hægt að láta bræðurna hittast sem þeir gera í flestum og öllum Lincoln Lawyer bókunum, sko. Galið. Það er galið. Sko, ég nefnilega, veist hvað ég gerði þetta viku, Tóri? Ég las 2 bækur. Báðar eftir Arnald Indriðason. Já. Ég las Mýrina. Já. Svo las ég Sinni Duftsins. Já. Pældi því. Já. Ég bara, það kom eitthvað yfir mig, Tóri. Allt í henni langaði mig bara að lesa eitthvað svona fucking glæpasögur. Já. Hvað er þetta aldurinn? Gerist þetta bara þegar maður er next gamall? Já, ég veit ekki, ég er náttúrulega bara svona 12 ára, sko, þannig að ég veit ekki hvað ég var að segja við þig, sko. En Sinni Duftsins, það var nú bara fyrsta önnur bókina, svo stór gæðamunur á henni og svo Mýrinni, sko. 97. Já. Hvað er betri? Mýrin, náttúrulega miklu betri, sko. Mýrin betri. Það var búin að skrifa fleiri og hann er náttúrulega
bara orðin ógeðslega góður rithöfundur sko. Og ég hef náttúrulega lesað hann allan sko. Þú hefur lesað allt? Já, nema ég nenni ekki að lesa nýbókina sem náttúrulega bara að fá þvílíkt lof sko. Ferðalok. Já, ég vildi bara fá meira af nýju löggunni sem hann búin að vera með í nokkrum bókum sko. Konráð, já. Er hann svona geggjaður? Nei, hann var skemmtilegur sko. Akkur beila hann á Erlend? Hann var þreyttur á hann Mér leittist alltaf Erlendur svolítið, þannig ég myndi meira hann að við orðin það líka sko. Okay. En allavega, Lincoln Lawyer season 3, og þetta er alveg búið að vera mjög vinsælt á Netflix og þetta er sem sagt, hún endar þátturinn endar nákvæmlega eins og þessi bók endar sko. Þar sem hann er búin að vinna ægilegan sigur og fá saklausan mann lausan úr fangelsi og bla bla og er bara nýbúin að vera að fagna með staffinu sínu og er eitthvað að keyra og þá löggan stoppar hann og eftir heilmikið mas og bendir að sko, það vantar númerplötun á þér aftan og þá sé löggan drópar eitthvað úr skottinu og bílum og hvað er þetta blóð, dáfnum skottið og bla bla, þá bara lík þar og svona endar þetta og það er ekki búið að ákveða, Netflix er ekki búið að greenlighta eða segja af eða á hvort það verði meira sko. Ekkert náttúrulega stór tjón ef maður getur farið í bækurnar alltaf en sko, svona var þetta alltaf fyrir streymið og fyrir veiturnar það voru svona bara Dallas og hvað sem þetta var það var alltaf enda á cliffhanger og svo gat alveg bara komið upp þessi stað, þeir canceluðu bara þáttunum og bara ég veit ekki hvað maður er búin að skilja oft eftir í lausu lofti sko. Kosturinn við að lendi þessu núna er svo að það er svo mikið að drasli í gangi að maður gleymir þessu sko, þú erum að gleyma því eftir viku að þú hafa verið að horfa á þetta sko. Þetta er svona, einmitt, ég var að hugsa þetta er með þætti og sjónvarpsefni og þetta dót, þetta er svipað svona fréttarhingi núna þetta er bara búið þú er bara, þú ert að neyslaða okkur líður einn dagur eitthvað þá byrjar að hugsa með hvað annars sko. Þetta er galið dæmi sko. Já, þetta er líka það sem að mun bara tortíma bara held ég sko lýðræðinu og málfrelsinu og bara mannkyninu fyrir rest sko. Já, getur ekki munað ennum að viku aftur í tíman, það er náttúrulega endurtekur geðveikin sig alltaf og eskalerar sko. Já, einmitt, það er alveg rétt. Ég er miklar ágjur af því líka. Já, ég hef svo þungar ágjur af þess að ég bara eiginlega get ekki hugsað þetta sko. Nei. Herðu, já, smá Thanksgiving, svo bara verðum við að fara að vinda okkur í Þakka að gjöra hátíð, veitu okkur bandaríkjumenn halda hana? Það er einhverju myndjónum og einhverju kalkunni Já, hvað er þetta ekki kallað pilgrims, var þetta ekki eitthvað landnema hiski í einhverjum svörtum fötum með hatta sem að friðmæltust við Indjána á þessum degi einhvern tímann sko. Já, var það ekki það? Svo snýst þetta með að vera eitthvað þakklátur fyrir eitthvað Er þú þakklátur fyrir eitthvað, Tóti? Já, fullt sko Fjölskylduna? Já, alveg Börnin? Já, börnin mín alveg kannski bara að vera ennþá lífi eftir allt aldur og fyrir störf sko en jú en þú veist nú ég er þannig típa að ég vil síður vera mikið að tala hvað ég er þakklátur fyrir sko. Meira að tala hvað ég er pirraður út í og reiður En jú, það er eitthvað, þetta er alltaf á 50 dögum og þeir borða kalkún og náttúrulega Bandaríkin er náttúrulega fólk vil alltaf oft gleyma því að þetta er ekki land, þetta er náttúrulega heimsálfa sko. Þannig að það er oft bara gríðarlega langar og mikla fjarlæðar á milli ættingja og vinna sko. Sem einmitt Trains and Automobiles gengur svolítið út á sko. Það er að komast heim í þakkagjörðu. Ég ætla að horfa þessmynd, ég er búin að ákveða. Mæl með því. Sko. Egil Helgason mæl með því, getur þú grýðist á hann. Það verður svo horfa á hann með opinu augun. Sko. Nákvæmlega. Nei sko, það sem ég er mest unnsökur út í er þessi frídag sko. Já. Þau fá frí sko. Á 50 eða fyrst. Ég held bæða morgun og hinn sko. Nei, í dag Já, þess vegna er þetta Black Friday og svona mikilvæg frumsýningar helgi að það eru fleiri dagar. Talandi það, ertu múin að horfa eitthvað? Nei, kaupa eitthvað. Kaupa? Já, Black Friday maður. Nei. Svartum fössari. Já, ég veit að ég þól ekki svona en ég kefti, það var eitthvað tilbúð á Coolshop sem daginn á Blu-ray myndum Þú ert alltaf að tala um þetta Coolshop Þú ert eini maður sem ég veit sem nota Coolshop Já, maður gætt keft Við erum ekki sponsaðir Nei, við erum aðtöða það Algoritmin er alltaf að sína mér þetta Hvað er þetta Coolshop.is? Já, en þetta er náttúrulega danst sko Þetta er búðin er hjá Bónus og Epal og því í skeifunni Er þetta ekki bara krakka versluna? Þetta er, jú, dótabúðin Mundu samt að ég kefti pantaði dönsku klámyndunar á þessu sko. Já Það var eitthvað búið nexlast á því líka Hér eru líka kveikmyndir Já, fullt af DFT sko og þeir voru með svona díl eitthvað 4 Blu-ray á eitthvað 4.900 kall eitthvað Þannig að ég týndi til 4 myndir og pantaði Hvenær byrjar að nota Coolshop, Tóti? Ég held þú sért eini maður sem kaupir eitthvað annað sko.
Já, ég veit það ekki, þetta bara gerðist eitthvað nýður á vand. Þetta var ekki verið pantaði dönsku klámyndunar, stjörnumerkja myndunar. Nema, en ég fann, ég gat sem sagt, ég talandi dansklám, þá pantaði ég Nymphomaniac eftir Lars von Trier. Það er þannig, og Betty Blue sem alveg frábær frönsk mynd úr 80-sinu. Já. Og svo að þegar ég var nýbúin að sjá Gladiator 2 þá pantaði ég Centurion með Michael Fassbender sem rómverskur 100-höfðingi sem lendir í agalegum hremmingum og hryllingi. Wow. Ég sé hann áður, ég sé þetta alltaf áður náttúrulega. Og hvað, fjórða myndin? Ég held að það með sér verið eitthvað John Candy, gott að vera ekki bara Uncle Buck eða eitthvað. Uncle Buck. Geðveik mynd. Já. Það sem að maður vörtu allir inn í mynda. Já, ekki. Nei, en ég pantaði nú sko danska, já því ég náttúrulega hlýta að sagt það nokkur sem ég hata Lars von Trier og bara meikan ekki, hvorki sem manniskunni kvikmynda gera mann. Nei. En ég sá bara, sko, hann gerði þetta Nymphomaniac klámsitt sko í voljum 1 og voljum 2 og ég sá bara voljum 1 og þetta var alveg gott, sko. Ég fór náttúrulega bara bjómyndir þetta að vera óþálandi drast. Þetta eitthvað kynlífsfilm, ekki? Jú, og Stellan Skarsgård þarna og Shia LaBeouf og Charlotte Gainsborough heitir hún ekki eitthvað fleiri. Þannig að mér vantar restina og að því að það er nú gjótt sem maður sér eitthvað eftir Trier sem mann finnst gott eða áhugavert, þannig að þá ákvað ég bara að panta þetta. Það var líka þegar fyrirlutin var sýndur í bíó, þá voru íslenski kvikmyndagagnir fengnir til þess að pósa með fullnæðingasvip fyrir auglýsingaplakvöld og ég lenti því. Í alveg? Já, og Lilja Katrín sem núna á mótnana á bylgjunni og Tommy Valgeir. Til mynd af þér með fullnæðingasvip einhverstar? Já, nema ég gat náttúrulega ekki, ég fór í eitthvað stúdíu og reym úr og ofan og var eitthvað fett að minn, ég náði náttúrulega einhverjum fullnæðingasvip sko, en svo þetta var alveg í plakvöldum rammað inn í Háskólabíói, svo fór ég í bíó með einhver vinkon minn og þá var ég þarna bara mjög illúðlegur upp á vegg. Þurfum við ekki að finna þessa mynd? Jú, hún ekkert mjög tínd sko. Við þurfum að deila henni, tófólk. Já, þannig að þú ert greinilega bara að fara að kynna þér Cool Shop. Ég er skoðað það núna, Tóti. Ég ætla að fara að segja, ég hér einhverja Blu-ray myndir. Mér finnst það bara alltaf dýrt. Já, það bara, maður kaupir þetta bara þegar það eitthvað svona tilbúð sko. Þú veist, hér bara myndir 300, kostar 4.000 kall sko. 300 sko. Þessi mynd kom út við erum mörgum árum síðan sko. Já, þetta ekki en ég meina, þú veist, ég bara, ok, allt góð. Penguina, nei ef að bara skauti yfir nokkra þakkagerðum. Já, endilega, ég vil einmitt hvað, ég veit ekkert. Nei, þetta er svolítið áhugavert, við erum náttúrulega ekkert, þú veist, við erum bara einhvern veginn hitt okkur að fara að tala um jólamyndir sko. Já, við líka Íslendingar bara vinna, við tökum aldrei neitt frí sko. Nei, það var alltaf verið, þú veist, það voru jólamyndir í bíó og það voru páskamyndir í bíó en við höfum aldrei verið merkilegt nokk, þá hefur Thanksgiving ekki náða að hlamma sér inn í menningun eins og Valentínsdagurinn og Halloween og Nei, maður er aðalega svona einmitt vinahópa sem er eitthvað svona Já, þetta er alltaf verið að pikka upp sko. Gerum þetta En byrjum bara á Agli Helgasinni sem að svona kom með annan variant á það sem hann var að segja okkur daginn í 2 á topnum Það segir, í dag er þakkagerðarhátíðin hérna í Bandaríkjunum Já, hann er úti hjá Kári svona sem alltaf í námi úti sko í Boston svona. Þetta er eitt stærsti hátíðardagurinn vestra og í raun er hann sérlega indall, gengur út á samveru fjölskyldur koma saman og fólk leggur mikið á sig til að komast heim í faðm þeirra. Þannig eru dagarnir kringum þakkagjörðina stærstu ferðadagar ársins á morgun sýftir í álinn þegar rennur upp Black Friday svo kallaði með sínu kaupæði. Við Kári horfðum í gær á Planes, Trains and Automobiles en hún fjallar einmitt ægilega raunir mann sem er að reyna að komast heim til sín í þakkagjörða. Á sinn hátt er hún býsna raunsönn, það skellast stundum á vond veður á þessum tíma en þetta er líka eins snjallasta gamanmynd allra tíma. Stórkostlega komísk en líka með votta sorg eins og vera ber. John Candy sem fer með aðalhlutverkið, sölumannin Del Griffith, dó fyrir aldur fram, myndi sýnir að hann var einfallega einn mesti grínsnillingur kvikmyndasögunnar. Það er hárrétt. Og svo poppaði Vanity Fair tímariti upp með bara lista yfir þakkagjörða myndir og við þekkjum þar allar og ég er náttúrulega samt sko, ég kalla alltaf Vanity Fair, ég kalla Variety og ég fæ þessa pósta frá Vanity Fair vegna þess að einhvern tímann ætlaði ég að kaupa áskrift af Variety en keypti áskrift af Vanity Fair sko.
digital áskrift sko og svo bara kann ég ágætlega meta Vanity Fair en þeir segja sko þetta sé svona eitthvað svona vanmetnasta fríið í Hollywood en það sé hægt að nota Plane, Trains and Automobiles sem að þakka gera mynd og Knives Out og Spider-Man Knives Out? Já. Spider-Man? Já, þetta er svolítið áhuga sko. Já, Spider-Man upprunlega sem það Thanksgiving meal Já, var það ekki Osborn sem var þarna goblinin Hann að fara að fá sér og átt með svona slæra fingurinn á honum og eitthvað wait for everybody eða eitthvað og hann bara sleikir á sig svona puttan og horfir á hana sko, ég ætla að drepa þig Ég held að enginn af þessum myndum nema kannski Planes, Trains and Automobiles sé undirlögð en það er eitthvað svona merkingarþrungin Thanksgiving kvöldverður í Spider-Man og svo náttúrulega nefnaðir Thanksgiving sem að Eli Roth gerði þetta slasher, komur ekki bara í fyrra hitti fyrir það Jú, það ekki það sem að það var að vera að karfa liðið upp eins og turkeys ég horfði á hana, það var ekki, hún var ágætt Já, ég trúi Ég er náttúrulega sérstakur vinur þáttarins eins og framhjókum við Svo Home for the Holidays það líka, það Jodie Foster leikstýrir held ég Holly Hunter er kona sem á leiðinni heim til stórfjölskyldunar og það eitthvað drama Robert Downey þarna og ég sá þess mynd þetta 90s eitthvað, ég man ekki þetta ég man bara ég hef síðan og hún draf mikið sko. Svo vil ég meina að Knives Out Já, húndaðnittið hans Rian Johnsons já, hafi allt sem þakkagjörða mynd þarf að hafa bera án þess að sé minnst á Thanksgiving sko. Af því að þetta er svona family infighting og svona fjölskyldu já, kannski ekkit rosalega mikil kærleikar á meðal þeirra sem þarna saman koma svo Rocky 1976 Stallone það sko þannig að þau eru að deyta Adrian would you mind marrying me much og hann kemur Rocky handrukkarinn Rocky kemur heim til hennar að sækja og þá voru allt í háalofti í þakkagjörða dinnernum þar sem Polly bróðurinnar sem hann Burt Young hann var svo helviti góður í Sopranos lengur senna hann var einmitt Polly sko og og hann dregur eitirinn út og hún með eitthvað að baka sko to you it's Thanksgiving to me it's just Thursday legit til nærðanum vel já, þú ert alveg með Sylvester Stallone á hreinu sko. já, og svo Prisoners Prisoners, ég sá hann aldrei það ekki? Hún alveg ógeðslega svakalega, hún er svo óþægileg ég veit sem hvernig hún enda já, hún er bara ógeðslega ágeng og óþægileg Hugh Jackman og Jake Gyllenhaal já, en var ætti segir að Prisoners sé óhefbundin og óþægileg þakkagjörðarmynd, hvað var barninu rænt á Thanksgiving? Já, ekki svo var það Spider-Man en þú ert búin að afgreiða það þannig að hvað, djúðlir við öflýr 38 mínútur og við erum búin að fara yfir allt þetta já, þetta getur verið stýrslið áttu bara við erum nú Penguin eftir Penguin eftir sko við erum að tala þetta þetta þessi serið dregur mann inn sko. Er það ekki? Jú, þetta líka sko ok, og aðeins formála þetta Penguin og þetta snýst Batman skurkin mörgæsina, The Penguin sem að sást nú aðeins í þessari síðustu einmitt, þetta gerist í þessum nýja Batman heimi sem í gangi núna það náttúrulega búin að vera nokkrir þú veist, það var Batman nú erum við sem stattir í hvað heitir hann, vampíran Robert Pattinson já, hann Batmaninn hann Batman og hann sem ég þóla ekki, Colin Farrell hann var farðaður og fittaður upp í að leika svona svolítið jarðbundin Penguin en var svona frekar mikið bara svona auka í þessari bíómyndir ekki? Jú, hann bara resa byrtist og svo eldi Batmana í einu svona mjög svona bara fínu atriði sko. Og því að Penguin var alltaf verið rosalega yktur sko, ég held að svona með pípuhatt og já, ég menn okkar maður og einglirni og já, hann kemur fram í Batman Returns já, hjá Tim Burton, það náttúrulega Danny DeVito
amazing, sko. Það ekki? Og það miklu meira svona Tim Burton einhvern veginn fóð bara svona algjörlega eftir myndasögum. Það ekki? Já, ég veit ekki, það svo margar, þetta er svona 80 ára myndasögum, þú fyrir alltaf valið eitthvað tímabil og komið með eitthvað sem að gera ólíkt eitthvað öðru, sko. Já. En hann var allavega svona, hann var alveg með lúkið, sko. Ógeðslegur, helvíti ógeðslegur. Þar voru mörgur svona með leysigeisla á bakinu, ekki? Var það ekki? Minni það, sko. Já, og hann var útburður, sko, hann var svo ógeðslegt badd, sko, fóreldrarnir hendunum út á gluggan og hann sýldi svona eins og eitthvað Jesúbarn eða Móses niður ána bara og endaði í holræsunum þar sem hann ólst upp og reisti sitt veldi. Já. Þannig að allt er góð með það nema bara vorum að tala um þetta daginn bara þessi Marvel þreytan tróið, sko, og að þurfa að sjá x marga sjónvarseríur til þess að skilja næstu mynd og allt þetta, sko. Einmitt. Og ég bara einhvern veginn held að þetta sé ekki að fara að vera vandamlega DC sem alveg magnað að DC hafa náttúrulega geta ekki gert neitt rétt, sko. Nei, en þeir eru myndasögu pælingu. Einmitt, við höfum kannski ekki alveg komið inn í það, en þeir eru náttúrulega breytum kúrs núna, sko. Já. James Gunn að halda utan um þetta, orðin svona Kevin Feige hjá þeim. Kevin Feige sem stýrir þessu og stýrir bara öllu á Marvel, bara ræður öllu, það fyrir allt í gegnum hann og hann einhvern veginn með eitthvað töflu sem hann að tekna alla línur og tengja allt. Já, og einhvern veginn svona eins og hann sé aðeins búin að missa sjónar á einhverju á síðustu árum, þetta gekk alveg fáránlega vel. Algjörlega. 22 Marvel-myndirnar voru bara mjög góð. En ég meina, svo þú eru búin með heilan sögur þá einhvern veginn augljóslega verður þetta brekka. En í DC hins vegar það verður þetta alltaf verið einhvern veginn núna, þeir eru að fara að reboota Superman, sko. Það er að fara að koma ný Superman-mynd. Núna er einhvern veginn að byrja nýjan kafla, virðist vera. Og þetta, þeir hafa ekki útilokað að koma önnur serið að Penguin. Nei. Eins og með Batman, þeir rebootuðu hann. Ég var ekkert, þegar Batman-myndin, þessi nýja með Robert Pattinson kemur út, ég var ekkert spenntur, sko. Ég var alveg bara svona, er það að grínast með það? En annar fucking Batmanin. Ben Affleck nýbúnulegan, skilur, og þetta var einhvern veginn bara, en líka drap þetta svolítið, sko. Líka, sem alltaf, Batman alltaf sem ódreipandi, sko, Batman and Robin hefði alltaf drepa, gerði eiginlega út af þetta á sínum tíma, sko. Joel Schumacher önnur myndin, hann gerir líka Batman Forever með Kilmernum, sko. Þetta er bara, svo viðbjörslu mynd ég fór á hann í bíó. Hvor er verið? Batman Robin er miklu verið Batman Robin. Já, miklu verið maður og bara þegar mér vant George Clooney, sko, bara hryllingur að sjá hann neflunar og þegar hann tegur Batman kreditkortið og Arnold Schwarzenegger er Freeze. Já, Alice Silverstone var var svona Batgirl ekki frá því þetta drepið feril hennar bara. Var það ekki það? Hún bara sást aldrei aftur í þessu. Húma Thurma var náttúrulega Poison Ivy og Riddlerinn var Jim Carrey og Tommy Lee Jones, Two-Face, það var allir þarna og þetta var svo vondmynd að ég fór hann í bíó og svo átti ég að fara í partí eftir þetta og ég var bara líkamlega veikur ég ætlaði að fara að detti í það með vinum mínum ég bara laðist bara upp í rúm hann heima í vingunum minn og bara gat ekki meir þetta kýldi mig kaldan, sko. Alveg, en svo náttúrulega kemur Nolan með náttúrulega alveg geðveikar, sko. Alveg bara fáránlega góður, sko. Bara geðveikar myndir, Dark Knight Rises náttúrulega, Dark Knight sig miðjumyndin, langbest. Og hvað svo? Svo er trómað með Ben Affleck. Já, og einhvern veginn svona sameiginlegt Justice League, þá áttu bara að keyra á þetta, gera Marvel, sko. Nema þeir ákveða að beila á einhverju karaktersköpun, fóru bara beinti að búa til Justice League, komu bara með alla karakterina, tróðuðum inn í eina mynd og áttu þessu svo ekkert á því akkur þetta var svona léleg mynd. Það er líka eins og ég sagði bara held ég í síðast þættin þeir geta náttúrulega ekki skapa karakter þetta eru svo leiðilegar, þetta eru guðir, sko. Það er náttúrulega Batman sem er mennskur en þarna allavega, þetta er bara maður myndi eiginlega svona Batman er fín. Já, og þetta tengist náttúrulega í Gotham heiminn, þessi þættir og eru bara maður upplýði þetta samt að ég er alltaf bara eins og svona stand-alone, það væri óháð en kemur náttúrulega þetta á að gerast bara nokkrum vikum eftir stóru sprengingu Riddlersins í þessari Batman-mynd og það er allt bara í fokki í Gotham þetta er bara eins og það segja þetta er bara svona krimmi þetta er bara allt mjög svona gritti mjög grounded bara rosalega raunverulegt þú veist, ég pældi ef Batman hefði sest í þessu það hefði eyðilagt þetta, sko. Já, er það ekki? Jú, en sko, svo eru náttúrulega svona alls konar svona lítil
það var náttúrulega að tala það sko í næstsesta þættinum þegar hún aðal vonda Gellan Sofía Falcón ætlar að sprengja neðanjarðar byrgi djöðlar hún flott leikonu sem leikur hún liftir þessum þáttum þetta er fáránlega framistæða sko og bara ógeðslega bara svona hættuleg persóna bara, hún er mjög bara svona ágeng og ókveikjandi algjörlega, ég vil sé þessa leikonu sem hún leki How I Met Your Mother já, einmitt, já, hún var þar já, svo var hún í Wolf of Wall Street Scorsese alveg rétt og svo dúkka hún upp í 3 Sopranos-þáttum en ég man ekkert eftir henni sko Christian Miliari hún hefur eiginlega ekkert sko orðin eitt svona fræg sko. En þetta er algjörlega hennar besta framstæð sko. Já og bara sennilega bara, groundbreaking fyrir hana hún leikur þetta alveg ótrúlega vel þetta, bara dóttir glæpafóringja sem að sko er einhvern veginn bara freimuð sem ráðmorðingi og tróðinn í Arkham og kemur nú í lengin held ég betri út það en það var þegar hann fór inn sko en já, bara köld eru kvenna ráð sko hefnigjörn og ljóngrim einmitt samt einhvern veginn, þú veist það er líka hvað sem gerir þess þú ert aldrei, það er engin aðra það er sympatían, færist svolítið til sko einmitt hvernig getur maður er að halda með The Penguin þetta er náttúrulega sko, viðbjóðslegt eintaka manneski það er náttúrulega það sem er svo frábært við þessa þætti eins og við svo oft tala er þegar það er byggt svona í hæginn þú veist og það er svona alvöru persónusköpun þetta allir með hans baksug og baksuguna hennar er náttúrulega mjög með hans baksug hvernig hann myrðir bræðu sinna er ógeðslegt djöfull, mann leið stundum líkamlega illa við að horfa að sæti sko. Þeir voru það real sko. Og ég vissi líka til þess að vaður einu hana sorry Tóti ég vissi að það myndi fara illa fyrir Victor litla stráknum sem að hann tekur í lagi sækikkinu sem er búin að vera honum til hals og tröst í gegnum ótrúlega remmingar og mafíustrið sko. sem að tekur í fóstur við fengið að kynnast þeim strák hann gatt flúið, hann gatt farið með kæristunu sinni öðlast betra líf hann misti alla fjölskylduna sína í sprengingunum út af einmitt og hvernig endar hann það? Skelfilega bara, hann er fucking myrtur af fucking Penguin bara, þegar þið sátu þarna á bekknum þetta atrið, ég vissi að þetta var að fara að koma ég var bara nú fucking drefur en það var samt sjokkirandi það var fárlega sjokkirandi ég bara, þetta var líka svo pirrandi þetta fekk svo mikið á mann og þetta eru svona þættir, þú veist, maður er virkilega að hugsa það hvað var að gerast þarna, sko þetta er svo ótrúlega vel, þetta var svo vel undirbúið líka að þau voru svona stríð okkur þú veist, þátt að stjórnundu framleiðendur heyrðu, hann hefði getað flúið, gerði það ekki skilur við hann náttúrulega bjargaði Penguin náttúrulega einu svona tvisar, sko hann hefði getað, ef hann hefði ekki gert neitt þá hefði náttúrulega hefði hann alltaf framleitt lífsitt væntanlega og hvernig hann dreipur hann eitthvað svona hægt lemur hann, please þetta var svona alveg, sko þetta var svona eins og við líka talaðum, þetta er Tony Soprano sem er mörgæði, svo þetta var rosalega svona Sopranos einhvern veginn svona parallelur í þessu og það er var svona tóku þessi stundum tími að drepa persónu sem mann var ekki samum, sko, bara allir að mann líði nú örglega nú illa, sko það vantar bara að hann færi að tala um Gabagool, sko þá þetta verið bara það hefði verið 100% stóli, sko og líka þetta með mömmuna, sko hann er með meiri áttar mömmu issues og Tony var nú heldur betur Tony ætlaði nú að kæfa mömmu sinni með kontamastu þegar hún var komin á spítala í season 2 var það ekki eitthvað svoleið, sko hún var svo úgeðslega vond mamma en þarna mamma hans Oz, sko Penguin, hún náttúrulega traumatísir, sko eftir hann ég með mólaði mömmuna í Sopranos horfðu þér eitthvað á heimildamyndina ég er ekki búin með hana þú ert ekki búin þar segir hann frá því, sko, leikonum henni fannst það svo skemmtilegt, sko henni var svo gaman og hún var eiginlega svona við það að hætta að vinna eða eiginlega hætta að vinna og hún baða bara þáttaframleiðandan hvað heitir hann? David Chase hann sagði bara hann ennur plýsa að halda mér þá breytta því atriði, þú veist, hann átt að kæfa svo bara hætta hann við og gera það ekki, skilur en það átt að vera þú veist, bara til að halda henni einhvern veginn svo dóum bara að blessunin
sjálf sko. En allavega þegar þessi sprenging verður þarna þá eru náttúrulega glöggir menn á miðlunum eða skarpir greinendur á miðlunum úti og benda á að þetta í næstíðast þættinum að þarna séu þeir eiginlega frá að blotta sig sko, vegna þess að ef þetta Gotham og Batman þarna þá var þetta það stórt hryðiverk að mikill glæpur sko að hann hefði eiginlega þurft að koma sko en hann gerði einmitt og bara sjálfsagt margir verið að bíða eftir að Batman myndi byrtast en þetta var mjög flott en svo fannst mér þetta bara svo ágætt svo snilldæla þegar þátturinn enda bara á því að Batman ljósið bara friðarsúlan bara kemur upp sko það voru vantanlega Commissioner Gordon búin að kveikja á lampanum sko þannig að svona sett svona bara eins og svona kvitta fyrir sko ég hérna einhvers staðar í Gotham og þetta Batman stöf sko. En svo var líka svo bara minnst sko einhvern veginn spenntur fyrir Batman eða hvað hann var að gera það náttúrulega ég nefnilega hafði engan áhuga Nei, það svo miklu frekar sko ég hugsa nú til þín þegar ég sá það var í síðast þættinum hún náttúrulega komin aftur á hælið í Arkham hún Sofía Falcone og fær bréf frá manneski sem segist vera systir hennar og það kvittaði undir Selina Kyle sem Catwoman maður og þegar Catwoman í þessum heimi Kravitz okkar kona, Zoe Kravitz sem leikstýri okkar mynd Blink Twice þannig að sko þarna búið að opna sko ég sagði, nú Oddur glaður maður að vera að opna á að Zoe Kravitz muni byrtast í Penguin 2 svo líka náttúrulega vera að tala að hann Barry Keoghan að fá sér serju sem Jokerinn það getur þeir ætla alveg held ég að bomba þessu alveg en ef það haldir rétt á spöðunum þá þetta bara þitt besta mál sko algjörlega. Og sem minnst af Batman sko þannig að hann náttúrulega alltaf allt með að vera mest cool og bestur og æðislegastur og það var náttúrulega aldrei hægt að fremja henni að glæpi í friði fyrir þessum Batman en hvernig fannst þér þetta gerfið þarna hjá sko mér fannst þetta gerfið hlýtur að vera bara upp á 10 sko eins og ég þól ekki Colin Farrell ég átt erfitt með hann alltaf og ég myndi aldrei eftir þetta væri hann það var ekkert við þessa persónu sem var einhvern veginn þetta Colin Farrell sko ekki einu svona í augunum sko. Þegar nei ég samlega ég að reynda tók mig stundum út úr mér fannst að vera aðeins of eitthvað comical sko svo hvernig hann gekk sko til það er rosalegt en vakka eins og mörgæs atriða sem hann hún tókst að drepa einhvern informant sko eða sem var tekin höndum frá hinu liðinu að það var alltaf, ég elskaði þessi séri hann var alltaf að leika báðu skjöldum hann leik náttúrulega bara að leika öllum skjöldum svona fláráður og ómerkilegur og fljótur að svissa sko svo stakkan hann til döða eitthvað ekki svo tókst hún að smikla hnífnum inn á hingaðin og það var bara að drepa hann og bara, hann var ekki eins og spurður hann eitthvað, ég veit ekki hvað hann kom skotin bara, þú veist það var unbelievable sko. Já, og svo bara, þú veist þetta var líka vel mannað sko, fyrir þetta náttúrulega hún Kristín Milotti náttúrulega bara geggjuð og hún stelur þessu alveg sko, hún gera það sko Colin Farrell gerði ekki hann á ekki break á mótinu sko en svo var Michael Kelly sem var aðstofamaður hans kansileraða fórsetans í House of Cards frábær leikari hann náttúrulega frábær og svo náttúrulega Mark Strong trommaði upp sem pappin Carmine Falcone í Flashbökkum það svo mikið legend sá leikari frábær rosalega einhvern veginn hann er bara alltaf góður alltaf svalur sko hann það sko og hann þurfti að fylla skó John Turturro sem leikur Falcone í myndinni og vildi ekki halda þess áfram hann þetta vera of næsti segir sagan einmitt svo ekki glemma þínu manni Clancy Brown nei, Kurgan úr Highlander alltaf traustur hann svo góða rödd sko geðveika rödd hann Salvatore Maroni sem höfuð hinnar mafíu fjölskyldunar hann var líka hann var morðingi í Dexter rebootinu og hann hefur komið víða við sko þar maður að horfa á þetta Dextera ég meina þú hefur alltaf nóg annað að gera en ég meina lesa bækur nei það er svona ekki annað að horfa á sko en ég meina Dexter alveg ég hugsa að hann haldi alveg
sko, hann sé ennþá alveg góður sko Já. eða þú veist, eldist vel fóru alveg ferlega vel að stað fyrstu 5-6 seriðnaður já, Clancy Brown, svo hann var líka hann var í einum Mandalorian þætti svo tala fyrir einhverja persónu sem hann lék svo í Ahsoka var ekki Ahsoka, jú, það er hárið afsakið toppmaður toppmaður hann drafnast í Sean Connery í einu atriði í Highlander það berði sundur borð með breiðsverði og mistóst eitthvað það mátti engum munna að Connery bara misti hausinn og þá var hann bara ungur að byrja sko, var alveg miður sín og Connery náttúrulega skap hundur sko, alveg bandbrjálaður það fór betur en áhörðist Paldi að myrða Sean Connery óvart það er einhver vítan út það sem það gerist en það, veist þú, náttúrulega reynd maður að kíkja Highlander sko, ég veit að það var góð þegar maður sá hann 85 sko. Ég hef aldrei séð Nei, ég veit að þess vegna verið segjuðu að vera að kíkja á hann Það er að kíkja á hann Það er líka held að það koma reboot með honum karakterlösa Henry Cavill Það er alveg sama hvernig hann leikur það vantar eitthvað í hennar mann eitthvað sál eða eitthvað persónuleika þú veist, hann eitthvað Sherlock Holmes í Enola Holmes Netflix-þáttunum og hann eitthvað Mission Impossible, hann Superman en ekki bara lélegur leikari jú, það hlýtur að vera en þú veist þá, óþrúnd að sé að fá eitthvað hlutverk svo að tala nefna sem eitthvað næsta Bond eitthvað, er fólk galið hann er alltaf eins og algjörlega karakter það er ekki nóg Nei bara alveg ég er ekki aðdáandi sko, nei, svo ekki mikið hann er leiðilegur sko, hann douchebag er það? já, hann er, ég heyrti lesi einhverja sögur af einhverjum settum hann sé ekki næs sko. þú er góð karakter já, fyrir utan það sko, en nú er ég að byggja þetta bara á Hollywood slúrinu sko. Heyrðu, svo, að því að það voru svona alls konar lúmsk fanservices þá var hann geðlæknirinn sem var að hjálpa Sofíu og deytana hann Julian Russ sem hann leikur hann Theo Rossi sem var Shades í hvaða Jessica Jones, nei Iron Man, nei Luke Cage hann var í Marvel þáttunum Marvel Netflix þáttunum Luke Cage sem voru flesti góður hann var svona fleiki glæbón sem var alltaf með sólgleru Shades mér fannst hann alveg ferlega skemmtilegur þar en hann er búin að fara rosa í töðunar fólki sem þessi geðlæknir í Penguin er það ekki skiljanlegt? Jú, hann var eitthvað off sko nema að það eru svona kenningar að þetta sé hann sé Scarecrow nei jú Scarecrow, Cillian Murphy leik náttúrulega hjá Nolan, hann var náttúrulega geðlæknir sko nema vegna þess að fólk telur sig hafa spottað í einni senunni allavega grímu og hanska The Scarecrow hjá þessum Julian Rush það er mjög skemmtilegt það er alls konar svona núansar sem ég held að gera þetta náttúrulega mjög skemmtilegt og áhugavert og svona tengingar yfir í alls konar hugsanleg spin-off og framhöld og það er nokkuð ljóst að þetta verður einhver heimur ljóst að það kemur alltaf önnur Batman-mynd með honum þessum strákarna get ekki lært hvað hann heitir Robert Pattinson já og það verður þá væntanlega svona nokkuð beinu framhaldi af þessari seríu gerir ráð fyrir án þess að ég held að þeir stilla okkur ekki svona upp við Marvel-vegginn þar sem við verðum að hafa séð þetta sko. Ég held ekki sko. En þetta með þá dýfkaða fyrir þá sem að hafa nýtti en ég meina þetta er bara þetta er náttúrulega HBO, gleymum því ekki sem er alltaf yfirlega gott sko. Þetta er HBO? Já, merki tryggi gæðin sko. Og þetta er bara það er þannig já Svíl er ég villis þeir eru bara stelur hinum vasanum sko, fá lána og soprano sko. Einmitt, ég var ekki búin að spá því hver var að framlega þess að þetta náttúrulega er ekki merkt með þetta var ekki merkt með þú veist, HBO kemur ekki snjórinn kemur það? Já. Er það? Já, ég held að er ég bara eitthvað heilabilaður? Það er sem er falska minningar Nei, ég veit ekki sko Þú gerir alltaf skip intro Þú kannski vantar þig fram á alla þættina ég vissi ekkert hvað var í gangi Nei, nú veist, þetta er HBO og þetta er bara eiginlega Þetta er alveg runner up bara fyrir, sko, fyrir bestu seríur þessa árs sko.
Þetta er þetta HBO djúvill ég vill vera átt með amazing stundum og þetta stendur 95% kritik í Rotten og 92% audience þannig að þetta svona, það er ákveðin sátt að þetta sé gott sem er orðið mjög sjálfgæft Við erum að tala að Kristen Milioti sem að leikur hana sem er stjarnar þetta hún fékk sér Instagram í júli hún var ekki með Instagram Nei. Þú veist mér að þú ert með Instagram Já, ég opna hún sjaldan en ég er að vera með ég stofna reikningi fyrir einhverjum árum sko. Þetta er unbelievable Þannig að hún hefur bara beinins verið þá ósýnileg þangað að hún léki þessu þáttum og fekk sér Instagram Skriði svona sem hún hefur ekki fengið neinn stór hlutverk Já, hún er kannski ekkert mikið að leiði því Nei, hún var náttúrulega bygg hérna í How I Met Your Mother það var svo leiðinlegt þegar hún byrjaði í því sko. Já, þetta var komið Hún var náttúrulega leik mömmuna eða hvað Já Nei, en erum við ekki annars góður? Jú Klullari, við vorum að leita í klullara Já, það er nú alltaf gaman að sjá teljaran fara yfir klukkutíma Jú, ég held að þetta er ágætt Það ætti allavega ekki að fara fram með neinum að Penguin er stöf sem það þarf að taka Það þarf að horfa á þetta sko. Næst hefur við tökum þátt og þá eru ekki komin í ríkisstjórn vandalega en þá eru samt auglust hver er að fara myndar mjög vonandi kannski fyrir stjórnarkreppa einhverja sem fíblum hann að flokkum með frambjöndum tala að við sem að fara að kjósum framtíð Íslands þannig að framtíð Íslands verður þá eitthvað skýrari þegar við mætum næst Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Nei, aldrei svo þetta verður aldrei vafist fyrir mig sko. En ég er bara í bölguðum vandræðum núna sko. Ég er búin að kjósa Pírata frá því ég voru stofnaðir en mér finnst þeir eitthvað verið að expósa sér sem hálfvita Það er þannig Þeir eru líka, sko, núna við það detta út sem er mjög, það er nýtt sko. Já, það er að þegar fólk heldur kosningar innan flokks og getur ekki virt lýðræðslega niðurstöður það fer bara mjög illa í venjulegt fólk eins og mig og greinilega margaðara sko. Vá Ég er búin að vera bara mjög mikil styrjum sem það er Pírata sko. Frá stofnun en ég þól ekki svona ég þól ekki þegar leikreglunum er breytt eftir á það fer að vera rosalega í töðunum mér það er skrítið eða ekki það er mjög skrítið sko eins og erfitt sko þegar maður í vinnun alltaf að reyna hlutlu sko sem maður náttúrulega er fyrst maður er hlutlu í vinnunni það er líka óþólandi þegar alltaf að vera að blanda saman blaðamönnum og persónulegum skoðun vera það er þannig blá sko því að góði blaðamenn eiga mjög þess með að skilja þarna milli svo kannski bara er ég nasisti og það veit það enginn Já, það er nú eins gott líka að það komist ekki upp sko. Nei, ég er ekki nasisti ég get allan að sagt það Nei, ég er náttúrulega bara í bölguðu vandræðum sko. Bölguðu vandræðum, heldur þú ákveði bara í kjörkláðum? Nei, ég er nú ekki, nei, ég verð búin að koma að staði ykkur í einhverjum dæri niðurstöðu En ég meina það, ég hlýt að geta sko, veðrið getur ekki bjarga mér frá því að kjósa ég verður alltaf úti á milli Grenimérs og Hagaskóla Pældu í að það verður frestað eða frestað viku Nei, sko, samsæriskenningurinn á útarfi sögu, hann vil ekki gera þetta svo að taka sko vika að telja þá voru auðvöldra að svindla það var auðvitað að breyta atkvæðaseðlunum sko. Sér það fyrir, ég sé þetta svo mikið fyrir mér sko. Er ekkert bara svona áður en við sleppum hlustundum er ekkert svona November Blues í þér nú er desember að dætti Nei, sko, þetta er bara ég var alltaf skamdið þunglutur Já, erstu það ekki lengur það? Nei, þetta er, ég veit ekki hvort það verið eldast anverð þetta var aðalega, þegar var svona 17-18, nýkom með bíl og svona það var alltaf kæfi snjó ég þurfti að setja keðjur undir afturþrifna galantinn minn til þess að komast sko í skólan í MK og það, allt svona sem að trublar rytman í lífinu, setjum út á laginu en það kemur alltaf neitt íslensku vetur eins og hann var þegar ég var yngri sko. Nei, hann kemur ekki setna núna, þú veist það ekki, janúar, februar þá þetta er döður hérna á höfuborgarsvæðinu þetta er einhverjir dagar í Vestafalli það var bara, maður var að vaða skafla bara sko frá október og inn í februar mars, þannig var þetta algjörlega, mér finnst líka á þess að ég hef engar haldbarar sannanir fyrir því mér finnst veðrið líka að vera öðru þegar ég var lítill sko. Þú breytir svo rætt en nei, og svo myrkrið hefur líka farið í glímu en nei, núna er bara fyrir kannski að koma svona desemblús að mér leiðist alltaf þetta jóla
Þú veist, ég er búin að þurfa að gera mér upp að ég hef gaman á jólunum í 32 ára því að ég er búin að vera pappi í 32 ára sko. Sko, ég hef alltaf verið mikið jólabarn en ég, eftir því sem ég verið eldri því meira og meira fyrir það að fara í töðunar og mér finnst mér að því að það er of mikið stress í kringum þess hátíð sko. Það er of mikið lagt á fólk í alveg, þetta er of mikið sko. Þetta er ekkit skemmtilegt sko. Nei, það er líka sko þjófstartið þegar þú ert bara að færa jólin sko fram í byrjun nóvember eða lók október, nei, alveg talað Man, til dæmis þegar ég var barn þá það rammagerinn nú farin en þá fór mamma alltaf með okkur sískinni niður í miðbæ 1. desember þá voru jólasveindar komnir í gluggan á rammagerinni það voru 24 dagar til jóla sko. Maður er bara með ofbyrgt í augunum núna bara út allt þetta er komið út allt djöfisins áfleysla og þetta er markashiskið sko. Já, en það er eitthvað þú trivialas er eitthvað náttúrulega ef jólin er orðin 3 mánuðir af 12 Nei, og svo tekum maður alltaf eftir þessu umferðin líka sko. Þú veist, í desember, þá er fólk bara þú veist, fólk er til ég að myrða bara, skilur, það er það stressa og verður að komast og ég, þú veist, þetta er bara ekki þú veist, ég veit ég er ekki fyrst maður að segja þetta en þetta er bara ekki það sem andi jóluna snýst Nei, nefnilega ekki en þetta er náttúrulega bara var svona eftir að þeir útistu kristnifræðin úr grunnskólunum þá bara hrundi þetta allt saman Nei, þetta er samt sko ég er náttúrulega reyna að play it safe sko, ég er búinn að svona, ég fer ekki út í þessa geðveiki eftir 10. 15. desember Það er þannig Já, ég bara, það er ekki hægt Þú ert ekkert að þólasmessu Nei, setni maður er ekkert mikið að gefa jólagjafir það er bara börnin sko og ég er bara búin að panta það á internetinu bara, þú veist, en ég er nú ekki búin að henni núna Nei Nei, einmitt Já, við skulum sleppa Nei, við erum að minna á við erum búin að sitja í hugulegheitunum hjá Regus Kaffið er svo gott Kaffið er alveg, við erum kvöld og við getum ekki neita okkur kaffið sko. Það er ekki hægt Það er ótrúlegt En hér eigum við alltaf öðrugt skjól hjá honum Tóma Regus Ótrúlega svona sveigjanleg þjónusta fyrir alls konar Við vantar bara, þú veist, stól eða bása eða bara næði til þess að hugsa eða heilt skrifstofuhúsna eða þú veist bara fyrir fleiri manns þá er það í búði Við erum svo kóngar alltaf innan bara sko stórfyrirtæki og sprótafyrirtæki og alls konar serious player sko Nákvæmlega Heyrðu, svo held ég að þegar fólk er búið að kjósa og þá er Bíóparadís með plakatamarkað á sunnudaginn Í alveg? Já, ég elska bíóplagut sko, ég er alveg bara frekar peppað fyrir þessu Ok, það er mjög skemmtilegt Þá getur maður rótast í svona eitthvað gömlu hjá þeim sko, ég veit náttúrulega ekkert hvað prísar þetta er eða hvað er í boðið þannig En veist, ég var sko byrjar að panta mér svona bíóplagut að utan sko löngu fyrir internet Veist, ég fyllt út svona bara eitthvað svona lista í snailmail og pantaði mér bresk bíóplagut sko. Vá, vel gert. Það var 16, 17, 18, 19. Ég átti í bílskúrnum, Tóti, þú hefur mjög ánægð með það. Stefán Atli, vinur minn, mikill starfsmaður. Hann gaf mér Rogue One plakat. Það var hann á plánetinu hann, loka plánetinu, það sem það voru, þú veist. Það voru Stormtrooperar og þú veist AT-AT og Death Star þetta var ógeðslega flott plakat svo var ég náttúrulega alltaf í herbygginu mínu með Revenge of the Sith plakat það var geðveikt plakat mikill plakata maður sko líka svona er það alltaf valda tartplakat í eldhúsinu hjá okkur önnu í gamla daga Dracula Love Never Dies yfir rúminu og alltaf Angel Heart náttúrulega og Casablanca í stofinni svona þetta vera þannig að það er alveg held ég ferðarnar virði að kíkja á Hrönn og félaga í Bíóparadís sko. Geðveikt, við gerum það hrista sér November Bluesinn 1. desember og bara skoða plakat fullöldstæn, áfram Ísland er það ekki það? Heyrðu, býta áfram Ísland ég held að þetta sé slóka hjá meðflónum þetta var ekki stuðningsyfirlýsing ég held að sé áfram Ísland þeir ekki með Ísland fyrir Íslandinga bara nei, það er kannski flokkur frekinar það er að halda áfram í 5 minútur og komstu þá í fréttir nei, ég ætla að slökka á þessu árun og segir eitthvað sem verður damning herru, takk fyrir að hlusta hvað er COVID-flokkurinn? Ábyrg framtíð, það er þinn flokkur Ábyrg framtíð, þú ert í Reykjavík suður er það? já, þú ert hinum með Hringabraut ég er í Reykjavík norður ég get kosið ábyrga framtíð, þú getur ekki að gera það það er bara þannig
En það ekki bara, Tóti, einhver lokaorð til fólk? Nei, ég held að þú viljir ekki að ég segja meira við erum að tæpast á aðeins Segja eitthvað eitt viðbútt God, ég nenni þess ekki maður